Brynja, ég ætla kannski bara að byrja að spyrja. Ég þurfti að bíða heil lengi eftir að fá þig út úr klefunum. Hvaða þrumuræða var þetta eftir leikinn? Varstu ósáttur við eitthvað eða? Já, mjög ósáttur. Mjög ósáttur. Við vorum hérna alveg drullu tilbúnar í leik, sko. Við vissum svolítið hvað við þurftum að gera. Og hérna, já, þetta var allt einhvern veginn í öðrum gír. En þetta leikur alveg fram í þriðja leiklut. Það svona aðeins í lok þriðja sem að það ná 10 stiga forskoti, en fram að því þetta, þeir eru yfir hérna í fyrri hálfleik. En hvað breytir síðan? Hvað vakna þær að væri blundi eða hvernig skýrir það svona? Já, mér fannst leið bara eins og stelpunum mínum liði eins og þær hefði einhver að tapa, sko. Hvað, eru þær einhverjar bikarmeistarar eða eitthvað, skilur? Þetta var mjög skrítið. Og ég að challengea þær og þær bara kóðna niður og rosa góðar þegar við erum að spila móti liðum sem eru sko verri en við, sko. Og það mjög sérstakt, sko, því að það akkurat það sem að mér fannst skrítið með Grindavík. Þær áttu svolítið erfitt með að keyra sig í gang. Mér fannst Grindavík ekki vera tilbúið í þetta. Ég er búinn að sjá að spila nokkra leiki og þær báru enga virðingu fyrir okkur og það var sennilega bara... Kannski vannmatt hjá þeim eða? Já, vannmatt og það var rétt hjá þeim, sko. Þetta var rétt vannmatt. Ok. Ég meina þín á væntingar svona fyrir leikinn, en á hverju áttur vona á fyrirfram? Sko, það sem ég hélt í vonina, sko, þetta yrði svolítið svona slow-paced leikur og það myndi henta okkur, sko, þannig að við getum verið að spila svolítið á eldri stelpunum okkar. Fyrsta stelpa í bekknum hjá okkur 14 ára, sko. Þannig að ég hugsaði með mér, já, því að þær róa þetta niður og það var kannski svolítið það sem að líka ruglaði þeirra tempóið í þessu öðruvísi heldur við erum búin að vera að spila, sko. Þannig að þetta var smá svona, svolítið svæfður þessi leikur. Ok. En hvað með tímabilið bara í svona heilsinni? Ertu sáttur við ykkar gengi? Þeir eru hvað öðru sæti í fyrstu deildinni? Já, ég er kannski ekkert rosa mikið að hugsa endilega eitthvað gengi fyrst og fremst. Ég er bara að hugsa það að við erum með, í fyrsta skipti Aþena að keyra á stelpum, sko, íslenskum stelpum sem eru allar heimaaldar eða eru búin að vera hjá mér. Þannig að það mjög auðvelt svona einhvern veginn að hafa einhverja útlendinga samt í allar ég segi það, íslensku stelpunar, sko. Já. En ég er með 3 útlendinga, þannig að bara svona til þess að gera þetta að einhverjum gæðum. Það er svolítið erfitt að fara með bara 14 ára stelpur. Ég hef einu sinni gert það áður, sko. Fyrsta árið okkar, þá vorum við líka í svona manneklu, sko. Þannig að við erum bara svolítið að hugsa það að búa til einhvern svona kjarna og síðasta ár þá var þetta þannig hjá okkur að það fór svo mikið af þessari dýrmætu reynslu og þessum leksjum sem var þessi þetta úrvalsdeildartímabil og það sat svo lítið eftir. Þannig að þú veist hvernig þetta er. Þú þarfst að vera með lið þar sem að svona leikir og alla leksjurnar sem komur þessu situr hjá liðinu. Þannig að þetta byggja eitthvað ofan á þetta og vinna með einhverja alvöru lífsreynslu, sko. Ok, nú ætla ég að koma með loka spurninguna. Komdu með hana. Menna, þú varst nú dálítið á milli bara tannana og hefur löngum verið kannski. Það er að því að ég er alltaf að fá svona spurningar. Já, ég veit það. En þú veit eins og ég segi, þú vaktir athygli fyrra og það var dálítið umræða á ykkur. Ég er búinn að vekja athygli miklu lengur en í fyrra. Já, ég veit það. En núna í vetur, er þetta bara minni umfjöllun deildina sem þú ert í eða ertu að þroskast og róast með aldrinum? Hvað var ég að gera sem var ekki þroskað í fyrra? Ég veit það ekki, en þú varst alltaf mikið Það var þetta röng spurning, skilur. Þetta er mjög þroskað. Það er ekkert rosalega margir sem hafa þroskað til þess að fara upp í Efra-Breiðholt. Það sem að, sko, borginni til dæmis að dyggðarskreita sig allan daginn, þú veist, með því sem þarf að gera og svo kemur einhver inn og byrjar að benda á hvað menn eru, sko, með allt niður sig. Þú veist, því að, sko, þetta er svo low-stake bransi, kvennakörfubolti og Íslendingar af erlendum upprunnan úti að það er enginn sem nennir þessu. Þannig að allt í einu þegar mætir einhver sem bara er að benda á fílinn í herberginu eða keisarinn er ekki í neinum fötum, þá virkar þetta rosalega skrítið. Það er eins og ég sé bara eitthvað brjálaður gæi, en ég er kannski brjálaður, ég er brjálaður að því leyti, sko, ég bara er að benda á þetta. Því að langflestir væru bara löngu búin að segja, glætan ég nenni þessu, glætan ég nenni eitthvað að vera að pönkast í einhverju borgarapparati eða ISI-apparatinu eða öllum þeim sem í raun og veru sko, eru ábyrgir fyrir því hvernig staðan er til dæmis með kvennakörfuna eða til dæmis með útlendingarnir í Efra-Breiðholti. Og svo þegar við förum að, já, þau eru svo alltaf Tanja þegar við erum viðtalið þetta. Svo alltaf þegar lætin fara í gang, að þá þú veist, hvað ætlar að gera?
þú veist, þá verður náttúrulega bara að klára dæmið og það er búið að rosalega mikill friður okkur, en það er sennilega bara vegna þess að menn standast ekki debattið end of the day. Þú veist, menn vita alveg hvað þetta menn vita hvað vandamálið er í kvennakörfunni, menn vita hvað vandamálið er með Breiðholti og tala um Fellaskóla og ég held bara að við séum að fá að vera svolítið í friði núna vegna þess að ég held að það enginn í okkur sko. Af því að þá þurfa menn bara að standa fyrir orðum sínum og hætta að nota til dæmis headline í blöðunum. Það er ekki hægt, ég er bólusettur fyrir þessum headlineum í blöðunum. Það vita allir þetta bara kjaftaði. Já. Og því að það er engin umræða þá ert þú bara spakur. Já, svo eru náttúrulega þessi reykfylltu bakherbyggi sko, sem maður þarf að vera að vinna í og þá þarf kannski að fara að lofta svolítið út þar og það er aldrei að vita nema menn vilji taka slaginn en þá þurfum við að mæta með sko sannleikann og heiðarleikann í farteskinu. Frábært, takk fyrir.